Já, góður dagur í dag. Við skulum byrja á því að syngja sálm Ég vil ljóða drottinn. We'll sing a song. They will be here. So, það alltaf verið smá tæknilegar erfiðleikar. Gaman að syngja. Yes, we like to sing together. It's a wonderful time. Núna ætlum við að syngja psalm in English. Here I am to worship.
It's wonderful to worship God with a song and everything. Það er gaman að lofa Guð. Steffi, gjör svo vel. Hún ætlar að lesa ritningavers. He's going to read for us. Good morning. Happy Sabbath. Ég að fara að lesa frá Jóhannes Guðspjall, 13. kafla, 34. til 35. vers. Ég var með það hérna. Já, það segir: Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elski hvort annan eins og ég hef elskað yður. Við skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hvert annars. Og svo ætla ég að lesa 15. kafla, 12. til 13. vers. Þetta er mitt boðorð að þér elski hvort annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann sem að leggja líf sitt í sölunar fyrir vini sína. Takk fyrir. Átti ég að lesa ensku líka? Nei. Ertu með það á ensku? Nei. Alltaf læg. Við skulum lúta þeir sem sé til með að krjúpa til bæna. Kæri Faðir á himnum, ég bið að blessa okkur hér, vaka yfir okkur, vera með okkur í dag til dýrðar, ræðumanni og öllum trúbræðurum og systrum. Blessaða bænabókina, þá sem eru veikir og sjúkir. Viltu leiða okkur, elsku Faðir minn, í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að halda áfram að syngja og það In His Time. There are sometimes many people here from English or from America or whatever, then we sing sometimes few English songs. It's okay. Já, það er gaman að lofa Guð. Nú eru teknar upp gjafir. Now are we going to give money to offerings. Sorry. And there's also, I think here, so you can go in the bank and pay and whatever you want to do.
Vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda þær og þá sem gáfu og gefa til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Núna ætlum við að syngja fyrir börnin. Singing for children. Elska Jesú svo dásamleg. So wonderful. You're going to go over that or under. Ekki börn hérna? En nú spurningin, hver sögumaðurinn? Einhver að segja barnasögu? They just stay there? No, they tend to come. Oh, they can't. Therefore, there. Come for the children's story, guys. That's right. We have a song usually that plays. The children come forward. Is that same here? Það sem ég þá erum við venjulega með lag sem spilað þegar börnin koma fram. Það svoleiðis hérna? No. No, it's not. Wow. We, you know, everywhere in the world. Okay, except that's no problem at all. Iceland, special place for sure. It's sérstætt land. Allstaðar annars staðar í heiminum þá ég vanur því að So let me ask you, how many of you here have older brothers and sisters? Older brothers and sisters. Hversu margir hérna eiga eldri bróður eða systur? Okay, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, there's a lot of us here. Well, you understand this story very well. Já, það eru hérna nokkrir einstaklingar. So, þið skiljið þetta vel. If you're a younger brother and sister, you have one problem. Ef þið eru yngra sískinni, þá eigið þið vandamálastund. And that is that you get up earlier than your brothers and sisters who are older than you. Is that right? Og það þið vaknið yfirleitt undan eldri bróður eða systur, það svoleiðis? You want to play with them, but they're sleeping. Is that right? Ykkur langar til að leika við þau, en þau eru bara sofandi, það svoleiðis? Do you have the problem like that? Kannist þið við svoleiðis vandamál? Yeah, thank you very much. Yeah, same. So my brother is 7 years older than me. Bróðir minn, hann 7 árum eldri en ég. And one day I got up early in the morning. Og dag nokkuð þá vaknaði ég snemma morguns. I went to my older brother's room. Fór ég til bróður míns í herbergið hans. And he was sleeping. Og hann bara svaf. And my brother, when he sleeps, he makes sounds like a bear. Og bróður minn, hann hljómar eins og bjarndýr þegar hann sefur. And so as I was watching him, I was thinking, I need to wake him up. But not, try not to get killed at the same time. Og þegar sem ég horfði á hann, þá hugsaði mér, ég þarf að vekja hann einhvern veginn, en án þess að vera drepinn. So this is what I did. I went to my room, I took my pillow, which I slept on. Pillow. Og ég fór inn í herbergið mitt og náði púðan minn sem ég hafði sofið á. I made a shield out of it, like a Roman soldier. Og ég bjóð til svona skjöld úr honum eins og rómverskur hermaður. Came to my brother. Kom til bróður míns. And then I poked him. Og svo potaði í hann. And he made even worse. Og þá versnuðu bara hljóðin. So I said, oh, it's working. So I poked him again. Svo ég hugsaði mér, þetta virka, svo ég potaði hann aftur. And in that moment, my brother realized that his younger brother is waking him up.
Og það voru þeirri stundu sem bróður minn átti að sjá og það var yngri So bróður as I sem var was að vekja hann. holding the shield, Og ég hélt á skildinum my brother was like lying like this. og bróður minn hann lá svona He swung his arm to hit me. og hann sveiflaði hendina til að slá mig. But guess what? En vitið þið hvað? I had a shield. Ég var með skjöld, So as he hit the pillow, svo það sem hann sló í he púða, just pushed me back. Poof. þá ítti hann mig bara aftur á bak. And I said, oh, it's working. Svo ég sagði, að þetta er að virka. So I came back and I poked him again. Svo ég fór aftur nær og pótaði hann aftur. Until a moment my brother jumped out of his bed, Og að því augnabliki sem bróður minn stökk upp úr rúminu, which is a terrible thing to happen. sem er skelfilegur atburður, And then he grabbed me for my t-shirt and my pajamas. og þá greip hann í bólinn minn og náttbúsunar, He came to the door of his room and he just threw me out. og svo bara henda mér út úr herbygginu. I was the longest flying child without any help in Serbia for many years, I can tell you that for sure. Sorry, you were the longest. I was the longest flying child without any help. Ég var langflegasta barnið í Serbíu á því augnabliki. And I realized that I have to run away because my brother is about to kill me. Og ég áttaði mig á því að ég þurfti bara að flýja vegna þess að bróður minn, hann var að fara að drepa I mig. ran to my mom in the kitchen. Og ég hljóp til mömmu minna I said, Mom, og sagði, mamma, you need to save me. þú þarft að bjarga mér. And she said, what's happening? Og hún sagði, hvað er að gerast? I said, my brother is trying to kill me. Og ég sagði, bróður minn, hann er að reyna að drepa mig. My mom looked at me and she said this. Og mamma, hún horfði á mig og sagði, Do you deserve to get in trouble with your brother? átt þú skilið að lendi vandræða með bróðin? We forget that moms are ninjas. Og við gleymum því að mömmur eru ninja. Mom was able to hear everything what was going on there. Mamma, hún gat heyrt allt sem var að gerast í húsinu. She heard the small steps, big steps, small steps, flying child. She knew I was guilty. Hún hafði heyrt smá skref, stór skref, smá skref, barn að fljúa, hún heyrði allt sem And var I að gerast. realized I have to run away, otherwise I'm in trouble. Og ég gerði mig grein fyrir því að þú þurft að flýja. So I ran outside of the house Svo ég fór út úr húsinu and I climbed on top of the shed. og ég klefraði upp á skúrin. And I was there when my brother arrived. Og þar var ég þegar bróður minn kom. He looked at top of the shed and he said, Hann come horfði upp á down. skúrin og sagði, komdu þið niður. I said, let me think about this. Og ég sagði, leið mér að hugsa um þetta. And I said, no, Ég sagði, nei, I'm not coming now. ég ætla ekki að koma niður. And he said to me, you will be very hungry there on that shed very soon. Og hann sagði, þú átt eftir að vera mjög svangt bráðum. I said, I have an apple tree next to the shed. Og ég sagði, það er eplatré hliðin á skúrnum. I can live here for a full year. Ég get lifað hérna í heilt ár. I took an apple from the tree and I took a big bite. Og svo tók ég epli af trénu og tók And, stóran bita. and he realized that, yes, I have food. Og hann átti að sjá því að, já, hann Then er he said, come down, you will need to go to toilet soon. Svo hann sagði, komdu niður því að þú þarft bráðum að fara á klósettið. I said, you're right, Og ég sagði, já, rétt hjá þér. but I can go to toilet here. En ég get bara að fara á klósettið hér. And he's like, no, you can't. Nei, þú getur það ekki, sagði hann. I said, I can demonstrate to you. Og ég sagði, ég get sýnt þér það. And he said, no, no, don't do that. Og hann sagði, nei, ekki gera það. And then he left me alone. Og þá skildi hann mig eftir. And now I was sitting on top of the shed, Og nú satt ég þarna upp á skúrnum waiting for my dad to come back home because my dad was a pastor. og beið þess að pabbi minn kæmi heim því að So hann er prestur. I can go and tell my dad that they're trying to kill me and he needs to help me. Og ég geti sagt pappa að bróður minn ætlaði að drepa mig og hann þyrfti að hjálpa mér. But my dad was so busy and he traveled on his bicycle from village to village to village to help people. En pabbi minn, hann var mjög upptekinn maður og hann ferðaðist frá úr þorpi til Þeir- þorps á hjólinu sínu og hann var mjög upptekinn maður. I was sitting on a shed all day. Og ég satt upp á skúrnum allan daginn. And Serbia is a very hot country. Og það er mjög heitt í Serbíu. 35 Celsius, 35 gráður Celsius, really hot. mjög heitt. That I started seeing pink elephants. Og ég held að ég væri farin að sjá bara bleika fíla. Tomorrow morning when my father arrived, that day I went to my room to sleep. Og þegar að pabbi minn loksins kom heim Then my father was sitting on my bed after I came down. og ég var farin upp í rúm að sofa, þá satt pabbi á rúminu hjá mér. He said to me, do you know, my son, that last night, around 5 or 6 o'clock, Og hann sagði í gærkvöldi eða 5-6 litið your brother and your mama were sitting around the table waiting for you to come down and eat supper with them. þá sátu mamma og pabbi við matarborðið og biðu þess að þú kæmur og borðaði með. And you chose not to come down. Og þú valdir að koma ekki niður. And then he asked me this question. He says, do you know why they did that? Og svo spurði hann mig, veistu af hverju þú gerði það? And my dad said this to me. Og þá sagði pabbi þetta. He said, they waited for you to come down and eat a supper with them so they can show you
that they will treat you as you never left. Og hann sagði, þau biðu eftir því þú kæmir og borðaðu með þeim kvöldmat til þess að þau gætu sýnt þér að þau kæmu fram við þig eins og þú hefur aldrei farið. And Jesus is exactly the same. Og Jesú nákvæmlega eins. The story of the prodigal son, Sagan af týnda syninum, he ran away, hann hljópað heimann, came home, kom aftur heim and dad waited for him to eat the supper with him og pappa hans beið eftir honum til að geta borða með honum kvöldmat. because he wanted to show to his son that he will treat him as he never left. Því að hann langaði til að sýna syni sínum að hann kæmi fram við hann eins og hann hefði aldrei farið. So if you ever, and I hope you never decide this, Svo ef að þið einhvern tímann, og ég vonaði ákveðið aldrei að gera þetta, that maybe you do not want to have such a close relationship with God, að ef þið skilduð einhvern tímann ákveða, þið vildu ekki hafa svona náið samband við pabba ykkar, God has promised that every single time you decide to come back, he will treat you as you never left. að þá hefur hann ákveðið að koma fram við ykkur So the eins og þið hefðu lesson aldrei farið. of this story is this. Og boðskaparsögunar er þessi. Do not wake up your older brother and sister, Ekki vekja eldri sískin ykkar and love Jesus with all your heart. og elskið Jesú með öll ykkar hjarta. But if you ever decide or there is a problem with your relationship, God will take you back as you never left. Og ef þið einhvern tíma komast að því að þið viljið ekki þetta samband við hann, þá mun Guð samt alltaf taka við ykkur eins og þið hefðu aldrei farið. God bless you. Thank Guð you. bless ykkur. Takk fyrir. Það má bara bjóða ræðamanni velkomin. Diane, gjör svo vel. Very good morning, everybody. Góðan daginn allsumul. My name is Dejan Stojkovic. Ég heiti Dejan Stojkovic I'm a youth pastor, og ég ungmennaprestur. and it is just great to be here with you today. Og það bara dásanlegt að vera með ykkur hérna í dag. I just came back from Jalan Conference, Ég var að koma frá aðalfundi allsamtakana and the Jalan Conference has just voted og þar hefur verið samþykkt that this will be officially the new uniform of the Adventist Church. og þetta verður hinn nýja einkennisbúningur safnaðarins. That's not true. Þetta ekki alveg satt. This is all I have, so guys, I'm a pathfinder as well. Þetta bara allt sem ég með og ég líka skáti. And I did not bring such a nice clothes as Helgi, for sure. Og hann fór ekki svona falleg föt eins og ég fór í. Yeah, so, yeah. Yeah, so this is it. Þetta bara það sem þið fáið í dag. If we would like to break a New Testament in a couple of main things, Og ef þið viljið skipta Nýja testamentinu upp í nokkra hluti, Jesus lived would be one thing. That's like a one stage of the New Testament. Jesús lifði og það einn hluti af Nýja testamentinu. And what amazing life he lived. Og hversu stórkostlegt líf var það sem hann lifði. Jesus died, Jesú dó and what a terrible death that og was. hversu hræðilegur hlutur eða dauðdagi það var. Jesus resurrected. Jesús reis aftur upp frá dauðum. What a surprise for everybody. Þvílík sem það kom öllum á óvart. And 40 days after that, Jesus went to heaven. Og 40 dögum síðar að þá fór hann aftur til himins. And then 10 days after that, Og 10 dögum eftir það, the church was born. þá fæðist kirkjan. This was born. Þetta hérna, And það my, var til. and my friends, when Jesus thought about church in the time and in the future as well, Og vinir mínir þegar að, when Jesus was thinking about the God Já. church altogether, þegar hann var Jesú var að hugsa kirkju, bara svona almennt, Jesus had in his mind that this is going to be so amazing, þá hafði hann í huga að þetta yrði svo stórkostlegt, so powerful in this world, svo kraftmikið í heiminum and so different than anything else. og svo öðruvísi en allt annað sem við þekkjum. And he simply saw that this movement can change the world. Og hann sá fyrir sér að þessi hreyfing geti breytt heiminum. And so my friends, but if you look all these words, Svo vinir mínir, ef þið getið hort á allt þetta and if you see how he saw the church when it comes to Jesus, og hvernig kirkjan var þegar kemur að Jesú, there is a one word that defines the God's movement, and that is church. þá það eitt sem að skilgreinir hvernig Guð í kirkjunni And that is family. og það fjölskylda. God really meant us to be one big family. Guð ætlaðist til þess að við værum ein stór fjölskylda. Family of all different colors, Fjölskylda af ólíku litarhætti, backgrounds, bakgrunni, income,
tekjum, culture, sex, menningu, kynlífi, languages. kyni fyrirgefið. God showed that all of this will be one family of all of this. Og Guð vildi að þetta veri allt saman bara ein stór fjölskylda. One family, Ein fjölskylda, one body, ein líkami, one unit. ein eining. And you see, my friends, when you're part of the family, there are a couple of things which are given. Og þegar við hugsa fjölskyldu þá það nokkur hlutir sem eru gefnir. You have a family name, Það nafn á fjölskyldunni, you have identity. það einhver sjálfsmynd. We know you and you know us. Við þekkjum ykkur og þið okkur. We have a community. Við erum með samfélag. And then, my friends, many other things which comes with a family. That is acceptance. Og það eru nokkur aðrir hlutir sem fylgja fjölskyldu eins og það maður meðtekinn. You are valued and I'm valued. Það borin virðing eða við erum einhvers virði. We all have a role. Við erum öll hlutverk And we have all responsibility. og við erum öll með ábyrgð. But there is something very interesting about family. En það eitthvað sem mjög áhugavert líka við fjölskyldur. That families have fights as well. Í fjölskyldum líka rifist. If you look at the church Og ef þið lítið á kirkjuna from the beginning, frá upphafi vega, church started, kirkjan verður til, everything was just amazing. allt var alveg frábært. Few chapters later, Nokkrum köflum síðar, there is a foot fight in the church. þá var bara mataslagur í kirkjunni. People started having different opinions. Fólk var með ólíka skoðanir. We decided to make decisions on what we should eat and what we shouldn't eat. Og fólk var að tala það hvað við ættum að borða og hvað við ættum ekki að borða. Should you be dressed in the new GC uniform or just like Helgi? Ættu þau að vera klæddi í þetta nýja aðalsamtaka fatnaði eða almennilega bara. Yeah, we decided to talk about, what is the length of the clothes or what is the role of certain people in a church. Hversu síð fötin eiga að vera eða hvað hlutverk fólk ætti að hafa í kirkjunni. Then we decided to make a development committee. Og svo ákvaðum við að vera með svona einhverja So then we had even more fights. svo við getum slegist meira. What type of the carpet you should have here? Hvers konar teppi ætti að vera hérna uppi. Is it the green curtain really good there? No, it isn't. No, it's not. Grænu gardínuna virkilega góðar hérna aftast. And the family had the biggest fight possible. Og fjölskyldan fór að rífast alveg óskaplega þetta allt saman. But Jesus anticipated this. En Jesú átti von á þessu. He was like, it's family. Og hann sagði þetta fjölskylda. Families do this. Fjölskyldur gera þetta. And therefore he gave us a one commandment. Og svo gaf hann okkur eitt boðorð. We talk about 10 commandments, but we forgot about this one. Við tölum boðorðin 10 en við gleymum þessu. And this is what he said. Og þetta það sem hann sagði. So if you have your Bibles, let's open the Bibles together. Svo ef þið með biblíurnar þá opnið þær. It is Book of John. If you have your phones, this is allowed time to take a phone. You need to stop playing the game. That's right. You get open the phone. Ef þið með biblíunni í símanum þá megið þið taka síman upp núna. Þetta eina skiptið So og John hægt að spila. John 13:34. Jóhannes 13:34. And it's a new commandment. Nýtt boðorð. And this is what he says. Og hérna stendur. I'll just say, so it's a John 13:34. Yeah? Jóhannes 13:34. New Testament. Nýja testamentið. He says, a new commandment I give to you, Nýtt boðorð gef ég yður. that you love one another. Að þér elskið hvert annað. Just as I have loved you, Eins og ég hef elskað yður, you are also to love one another. skulu þér einnig elska hvert annað. By this, Á því all people will know that you are my disciples. munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, And if you have love for one another. ef þér berið elsku hver til annars. So this is what Jesus said. Þetta það sem Jesús sagði. He said, you need a new commandment Hann sagði þið þurfið nýtt boðorð, because you're the family að þið þurfið fjölskylda and you will have the fights. og þið munu rífast. But if you live this commandment, En ef þið lifið samkvæmt þessu boðorð, everything is going to be all right. þá verður allt í lagi. You see, did you notice, my friends, this? Tókuð eftir þessu, vinir, That when Jesus left the planet, að þegar Jesús fór hérðan, Jesus said to you and me, þá sagði hann við þig og mig, we need to take up his role. við þurfum að taka á okkur hans hlutverk. Jesus did not resolve homelessness. Hann leysti ekki úr heimilisleysi eða já. Jesus did not resolve the hunger in the world. Hann leysti ekki úr hungursneyð í heiminum. Jesus did not reach the world. Hann náði ekki til alls heimsins. They do not know the message of his soon coming. Fólk vissi ekkert endurkoma hans. Jesus said, you, my disciples, need to take my role and do my job now. Hann sagði þið eigið að taka á okkur mitt hlutverk og ljúka því. And my friends, you saw what happened. Og vinir, þið vitið hvað gerðist. What happened is this, that we got a new commandment Það sem gerðist við fengum nýtt boðorð. because Jesus realized that we will forget what we need to do.
Af því að Jesús vissi að við myndum gleyma því sem við eigum að gera. And then we're going to start treating each other really badly. Og við myndum fara að koma illa fram við hvert annað. But if we treat each other very badly, En ef við komum illa fram við hvert annað, we will never fulfill what Jesus is asking us to fulfill. að þá munum við aldrei uppfylla það sem Jesús bað How are okkur you að going to gera. invite somebody to come to this church if you do not like each other? Hvernig getur þú boðið einhverjum að koma hingað í þessu kirkju They can- ef að ykkur kemur ekki They saman? can see this in seconds. Fólk sér það leið. These young people here all around the place, Unga fólki sem hérna út allt, they can see do we love each other in seconds. það sér hvort okkur þykir vænt hvert annað leið. You can stand at the door Þú getur staðið í dyrunum and smile and say happy Sabbath. og brosa og sagt gleðilegan hvíldardag, But they know. en þú vita það. They know. Þú vita það. So Jesus said you need to be part of the family Og Jesús sagði, þið þurfið að vera hluta fjölskyldu and you need to love each other. og þið þurfið að elska hvert annað. Love you need to have in your heart so radical Og þið þurfið að hafa svo róttækan kærleika í hjarta ykkar that you will honor somebody else more than you honor yourself. að þið beri meiri virðingu fyrir öðrum heldur en ykkur sjálfum. That you will let somebody else's opinion be heard more than your opinion be heard. Að þið geti látið skoðanir annara hljóma meir en ykkar eigin. Love that will give access to your life more than you give access to sometimes even your family. Kærleikurinn hann veitir aðgang að þínu lífi meira heldur en þú myndir gera við eigin fjölskyldu. The love so great that you will stand in a gap between people who are oppressed and those who have. Kærleikur sem svo mikill að þið standið í bílinn á milli þeirra sem að kúa og þeirra sem eru kúaðir. So radical Svo róttæk that it's painful. að það sásökafullt. My friends, Vinir mínir, did you notice what Jesus said in that Bible text? vitið þið, eða tókuð eftir því sem Jesús sagði í þessu vessi, That the Seventh-day Adventist Church að kirkja sjöundadags aðventista will be known in Iceland, mun verða, known, recognized, mun verða þekkt á Íslandi, not by the sound doctrine that we have, ekki vegna hinn sanna sannleika sem við höfum, not by the good looks, ekki vegna hins góða útlits, not by amazing worship, ekki vegna stórkostlegar lofgjörðar, not by the beautiful buildings, ekki vegna fallegra bygginga, but the Adventist Church in Iceland will be recognized heldur verður aðeins kirkjan á Íslandi þekkt fyrir as the church að vera kirkjan that knows how to love one sem another. veit hvernig á að elska hvert annað. We can agree Við getum verið sammála and disagree og verið ósammála on doctrines. kenningar, We can have opinions. við getum haft skoðanir, We can disagree and agree on the music. við getum verið sammála eða ósammála tónlist, We can disagree on many things. við getum verið ósammála alls konar hluti. But the one commandment God gave us is we cannot disagree on loving each other. En það eitt boðorð sem Guð gaf okkur sem við getum ekki verið ósammála og það It elska is a hvert annað. commandment of God. Það boðorð Guðs And He only has 11 of them. og hann bara með 11 svoleiðis, Only 11. bara 11. You, my friends, and I, my friends, have a duty Við, kæru vinir, erum við skyldu to get over ourselves að komast yfir okkur sjálf and start living what God called us to live. og lifa samkvæmt því sem Guð hefur kallað And okkur that til. is truly to love one Og another. það að elska hvert annað að sannleika. But you know the families have problem as well. En þið vitið að fjölskyldur eiga í vandræðum. Would you like to test that? Langar ykkur til að prófa það? You all need to do is go play a game of Monopoly. Farið bara og spiliði Matador. Go home, Farið heim, play a game of Monopoly, spiliði Matador and then see how long it will take for you to talk to your wife or your children. og svo bara komist að því hversu langan tíma það tekur að tala við konu og börnin. You want the full rent, you don't want a half a rent. Þú vilt fá alla leiguna, ekki bara helmingin af henni. And you know how it goes. Og þið vitið hvernig þetta fer. Families are strange. Fjölskyldur þær klofna. You have a serious people. Þið eru með bara alvarlegt fólk You have not serious people. og ekki alvarlegt fólk. You have funny Þið people. eru með fyndi fólk. You have crazy people in your Þið eru family. með klikka fólk í fjölskyldunni. The problem is that when you realize that you are crazy. Og vandamálið bara þegar þú kemst að því að það þú. And God said, this is all right. Og Guð sagði þetta allt í lagi. There is a place for all of us. Það pláss fyrir okkur öll. And the only way this can work Og eina leiðin til þess að þetta gangi upp is to dig a little bit deeper in our heart með því að grafa örlítið dýpra í hjartað and give the love that people do not deserve. og gefa þann kærleika sem fólk á ekki skilin. You see, my friends, God's command is that our love needs to be relentless, never stopping. Og kæru vinir, kærleikurinn hann þarf að vera
endalaus og hann má aldrei stoppa. He doesn't say love people that you think you can love. Hann sagði ekki, elskiði þá sem þið haldið þið getið elskað. He doesn't say love lovables. Hann sagði ekki, elskið þá sem eru elskulegir. He doesn't say love those who are good looking. Hann sagði ekki, elskið þá sem að líta vel út. Don't love those who will give you something. Hann sagði ekki, elskið þá sem gefi ykkur eitthvað. He is saying love everybody. Hann sagði, elskið alla. If they are not that good looking, Og jafnvel þau líta ekki svo vel út. or they are on the fringes of society, Eða í útjaðri samfélagsins. or they are immigrants in this land, Eða þá sem eru innflytjendur eða God flóttamenn í says landinu. we need to love. Guð sagði, við þurfum að elska. A long time in my life I wondered, how is it possible Jesus chose his disciples? Og ég hef oft hugsað það, hvernig það mögulegt að Jesú hafi valið þessa lærisveina. Just watch one of Jesus' movies and you realize none of them are good looking. Og bara horfið á einhverja Jesúmynd og þið bara sjá að enginn að lítu vel út. They're fishermen, Þetta eru fiskimenn, tax collectors. þetta eru They skattheimtumenn, probably don't even smell good. þeir lykta sennilega illa. And somehow Jesus calls these guys. Og einhverju hluta vegna þá velur Jesú þessa menn. And then I realized that God's love is so great Og svo kemst hann að því að kærleikur, that, ef við komumst að því að kærleikur Guðs er svo mikill, that he does not bestow love on those who deserve love, að hann veitir ekki kærleika þeim sem eiga hann skilin, but he gives love unconditionally. heldur veitir hann kærleikan skilyrðislaust. And with his love, he bestows their respect and their status in the world. Og með kærleika sínum þá öðlast hann virðingu þeirra og stöðu í heiminum. So often you see little children carrying a small doll or a small teddy bear. Og stundum þeir sjáu lítil börn ganga með lítinn bangsaða dúkku. Once I saw a child carrying this thing there. Einu sinni sá ég barn halda á einhverju slíku. I said, what's that? Og ég sagði, hvað er þetta? He said, it's a bear. Og hann sagði, þetta er bjarndýr. And I looked, Og ég horfði. and he didn't have eye, Og það var ekki með auga. and one leg was missing, Og það vantaði eitt fót an arm was missing, og handlegg an ear was og missing. eira. All he had like it was a smile Það einu sem var eftir var pínlítið bros and one dot. og eitt punktur. And I was thinking, Og ég hugsaði, I can't tell them it's not a bear, but. ég get ekki sagt að þetta er ekki björn. And then I realized this is what I believe that God is saying to us. Og þá áttaði ég mig á að þetta er sennilega það sem Guð er að segja við okkur. She is not loving this bear because it has a value. Hún elskar ekki bánsana vegna þess að hann You know, hafi eitthvað virði. it's falling apart, it doesn't look like anything. Hann er að detti í sundur og hann líkist engu. And the value does not come from how much money it is, Og virði það kemur ekki úr því hversu mikið, but the value comes mikið. from the love of the little girl towards this thing. En virði kemur úr kærleika stúlkunar. And Jesus til is bánsans. saying, go and love those teddy bears. Og Jesús segir, fariði og elski þessa bánsa. Go love those who don't deserve to be loved. Hann sagði, fariði og elski þá sem hefur ekki skilið að vera elskaðir. God says, go and just be loved that I call you to be. Og hann segir, fariði og elskið og verið elskuð eins og þau eru kölluð In other til. words, is this. Með öðrum orðum, Love those who are alone. elski þá sem eru einir. So, be safe haven for those who are ashamed. Verið gríðastaður þeirra sem eru fullir af skömm. Be the army for those who are defeated. Verið her þeirra sem eru sigraðir. Light for those who walk in darkness. Ljós þeim sem eru í myrkri. Be the grace to stumbling. Verið náð þeim sem hrasa. Teach those who are unlearned. Kenni þeim sem eru ómenntaðir. And be family for those who are unloved. Og verið fjölskylda þeim sem eru ekki elskaðir. So Bible is saying this is what we need to be. Og Biblían segir þetta þau. Jesus það sem við is þurfum að giving vera. this command to us. Það er Jesús sem gefur þetta boðorð til okkar. And he is saying whether we need to be this movement of God so beautiful, Og hann segir við þurfum að vera þessi hreyfing Guðs svo so falleg, amazing, svo stórkostleg. that the world around us will be the Adventist people are those people who know how to love. Að við erum aðvent fjölskylda eða þeim sem að þurfa á kærleika að halda. And because I don't want to take more time, I just want to give you a few points if that's all right. Og ég ætla bara að gefa ykkur nokkur atriði viðbót. If you want to upgrade your love, this is what you do. Ef þú vilt uppfæra kærleikaðinn, þá gerðu þetta. Can I see everybody here? Guys, everybody loves here. Is that right? You have love in your heart? Má ég sjá ykkur hérna, eru þau öll með me kærleika just í see. hjarta ykkar? That's all non-Icelandic people. I can see. Þetta er bara útlendingarnir. Icelandic people don't put their hands up. Okay, thank you. No, 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 Íslendingar. that's very good. So we all have love. Thank you. Excellent. Við erum öll með kærleika, takk. As you update your phone every few weeks, Þið uppfæri síman ykkar alltaf reglulega let's update our love.
Með sama hætti skulum við uppfyra kærleika okkar. If you have a pen or you have a phone, write this Bible text down. Ef þið eru með síma eða penna til að skrifa með, skrifið þetta ritningavers niður. First upgrade, Fyrsta uppfærsla, Philippians 2:2. Filippibréfið 2:2. It simply says that we need to learn to work side by side. So Philippians 2:2. Það segir okkur að við þurfum að starfa hlið við hlið. It's simple. It says, the text, this is what it says. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Og það stendur í Filippibréfinu 2:2. Gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera ein huga, hafa sama kærleika, ein hug og eina sál. Love one another and work together with one heart and one purpose. Yeah, sorry, I read it all. Oh, very good. You're so efficient. It just simply says, let's work together. Það segir einfallega störfum saman. You might not agree on every detail. Það getur verið að þið séu ekki sammála öll smáatriði. You might not agree on the curtains, Það getur vel verið að gardínuna séu deilefni. but there is a purpose. En það tilgangur. People need to know about Jesus. Fólk þarf að vita Jesú. We need to find a way to work with one another. Við þurfum að geta fundið leið til að starfa saman. Upgrade number 1. Upgrade nummer 2, eða uppfærsla 2. Now we're going to go to upgrade number 2, which is Ephesians 4:32. That's another Bible text. How to upgrade love. Ephesians 4:32. Og það Efesusbréfið 4:32. If you would, instead be kind to each other. Verið góðu viljuð hvert við annað. Tender-hearted. Miskunnsöm. Forgiving Fús til að fyrirgefa hvert öðru. to one another. Jesus, as God throughout Christ, has forgiven you. Eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Upgrade number 2 is what? Hvað uppfærsla 2? Be kind to each other. Verið góð við hvert annað. Just and forgive to one another. Og fyrirgefið hverju öðru. How many people here are easy to forgive? Put a hand up if you can forgive easily. Easy Hversu forgiving. mörg ykkar er auðvelt með að fyrirgefa? That's about 5 of us, 6. We're growing, 7. 6, 7. Very good. Mjög gott. I thought I can forgive easily, Ég hélt að ég geti fyrirgefið mjög auðveldlega. and then I realized I can't. En ég komst að því að ég geta bara ekki. I was like, what's happening? Og ég sagði, hvað er að gerast? It really hurts me. Og það bara særði mig. And I realized I have to forgive somehow easier. Og ég komst að því að ég þarf að eiga auðveldara með að fyrirgefa. And there are steps to this, and you can Google it, by the way. I'm not going to tell you the steps. But learn to forgive easy. En það eru skref sem hægt er að taka til þess að eiga auðveldara með það. Það er hægt að googla það, þið geti gert Do það. you know how hard it is to carry the grudge and not forgive? Vitið þið hversu erfitt það er að ganga með gremjuna og geta ekki fyrirgefið? It's so heavy. Það er svo þungt. I realize, I'm not going to go in detail because it's going to take a long time, but Yeah, after I forgave somebody, my life was different. Ég ætla ekki að fara út í öll smáatriði, en ég komst að því að eftir ég hafði I fyrirgefið was walking like this all the þá var lífið mitt time. svo einfalt. I had a pressure on my life. Ég hafði alltaf verið með byrði á mér. After I shook the hand, Eftir að ég tók í hönd and I said, I'm very sorry for what I did to you, og but ég sagði, mér þykir leitt það sem ég hef gert þér, you need to know you hurt me as well. en þú þarft að vita að þú er sært mig líka. And we made peace. Og við sættumst. New life started for me. Og þá byrjaði nýtt líf I was hjá mér. much more energized. I was like, yeah, life is good. Ég var orkumeiri og ég hugsaði bara lífið er gott. Because carrying that is so hard. Því að bera þessa byrði er svo erfitt. So upgrade number 1 Uppfærsla nummer 1. is let's work together for Jesus. Við skulum starfa saman fyrir Krist. Number 2, Nummer 2. let's find love and kindness for one another so we can forgive. Við skulum finna fyrir kærleika og góðvild í garð hvers annað svo við getum fyrirgefið. And you can go and on. And number 3 is accept me for who am I. Og þriðja uppfærslan er taktu við mér eins og ég er. Number 4 is be patient with me. Svo fjóruða er vertu þolinmóður við mig. Number 5 upgrade for your life is build me up, don't tear me down. Og fimmta uppfærslan er byggðu mig upp í stað þess að rífa mig niður. Do you know how hard it is to be torn down? Veistu hversu erfitt það er að vera rifin niður? And you do and I do this all the time. Og við gerum þetta alltaf og öllum stundum. Instead of building people up, Í stað þess að byggja fólk we upp, start talking badly about them. þá byrjum við að tala illa þau. And do you know when it becomes so obvious? Oh, sorry, when we... Do you know when it becomes so obvious? Já, veistu hvernig það er augsýnilegt? Sometimes when we do business, Það er þegar við gerum stundum viðskipti. church boards,
Já, semst stund, já, Church business meetings. já, við erum á fundum í kirkjunni. Sessions when we choose the leadership. Aðalfundir, þar sem við veljum We turn into these Leiðtoga. people we cannot be recognized og við breytumst í fólk sem óþekkjanlegt because we chose to do this. af því við ákváðum og völdum að Jesus, gera þetta. and the upgrade number 5 is let's build people up. Og 5. uppfærslan við skulum byggja fólk upp. If you cannot say something positive about somebody, Ef þú getur ekki sagt neitt jákvætt this is what my mom says. þetta segir mamma mín, Listen to my mom. hlusta á mömmu, She's dangerous. hún hættuleg. Mom says if you can't say something positive, don't say something negative. Og mamma segir, ef þú getur ekki sagt eitthvað jákvætt, ekki segja eitthvað neikvætt. Build somebody up. Byggðu fólk upp, Encourage somebody. hvettu þau And let's take this forward with Jesus. og við skulum taka þetta skrefinu lengra með Jesú. So can you imagine that we'll upgrade all our love? Getið ímyndað ykkur hvernig það ef við myndum uppfæra allan okkar kærleika. We are loving to one another. Við elskum hvert annað. We are caring for one another. Að við berum umhyggju fyrir hverju We öðru. forgive to one another. Og við fyrirgefum hverju öðru. We are patient with one another. Við erum þolinmóðið hvert annað. Can you imagine that this was always the environment of the church that we love? Og getið ímyndað ykkur hvernig þetta væri, ef að þetta væri það umhverfi Can í you- kirkjunni okkar sem við Can you imagine þykir how vænt the um. church will grow? Getið ímyndað ykkur hversu kirkjan myndi vaksa. Because if you grew up in a family Því ef að þú ólst upp í fjölskyldu and then you did not have these values, og það voru ekki þessi gildi í henni, you know how terrible it was. þá veistu hversu skelfilegt það var. You knew that you felt there was no value to you. Þú veist að þér fannst þú ekki neins virði. You had no worth, you had no importance. Það var ekkert sem þú gast sagt og þú hafðir ekkert vægi. You did not belong, Þú tilheyrðir ekki and you know how tough this og was. þú veist hversu erfitt það var. But my friends, Jesus knew. En kæru vinir, Jesús vissi það. So he said, let me give you a new commandment. Svo hann sagði, ég ætla að gefa ykkur nýtt boðorð. Let's love one another. Við skulum elska hvert annað. Let's give this love and value to everybody. Við skulum gefa þennan kærleika og þetta virði til allra. Not because they deserve, Ekki vegna þess að eiga skilið, but because by our love, heldur vegna þess að fyrir okkar kærleika we elevate them þá lyftum við þeim upp. as Jesus elevates us. Alveg eins og Kristur lyftir okkur upp. My friends, I'm going to finish here. Kæru vinir, ég ætla að ljúka hér. I would like to say this. Mér langar til að segja þetta. You know this better than anybody else. Og þið vitið þetta betur en okkur annar. The research is saying that the Christian church in Europe is dying. Að rannsóknir segja okkur að hinn kristna kirkja í Evrópu, hún á undanhaldi. They are saying that COVID-19 is the last nail in the coffin of the Christianity in Europe. Að þeir segja að COVID-19 sé síðasti naglinn í líkkistu kristninar í Evrópu. And they are writing papers left, right, and center that you are the last generation. Og það skrifað það í blöðum að þið séu síðasta kynslóð kristina. That there is no hope for this. Að það sé engin von fyrir þetta. But do you know there's a good news? En vitið að það eru góðar fréttir. And the good news is, do you know who determines is this true? En vitið hver það og það eru góðar fréttir, en vitið hver það sem ákveður hvort þetta satt. Do you know who determines is this true? Veistu hver ákveður hvort þetta satt? It is you and me. Það erum við. It is simply you and me. Það einfallega þú og ég. Because if you accept this, this will happen. Vegna þess að ef þú tekur við þessu og samþykir þetta, þá munir þetta gerast. But if you decide to build this church as Jesus wants it to be, En ef þú ákveður að byggja upp þessa kirkju eins og Jesú vill að það sé gerst, this is not the end of the church. þá þetta ekki endir kirkjuna. This is the beginning of the church. Þá þetta byrjun og upphaf kirkjuna. But it will take all of us to do it. En það krefst okkar allra til You að gera see, þetta. in the history of humanity, there was always one or two which rose and rebuilt the church. Í sögu kristninar þá voru alltaf einn eða tveir sem risu upp og endurbyggðu. But now we can't afford this anymore. En við höfum ekki efni á því lengur. Now we all have to rise and build the church. Nú þurfum við öll að rísa upp og byggja We kirkju. all have to go and love the way Jesus called us to love. Við þurfum öll að elska eins og Jesú kallaði And okkur we til. all have to get involved. Otherwise, my friends, maybe they are talking the truth about church in Europe. Og við þurfum öll að hjálpast að því að kannski eru þeir að segja satt kirkjuna í Evrópu. And in all of this, my friends, the beautiful thing is that this church is a beautiful, I would say quite a full church today. Og í öllu þessu þá verð ég að segja að kirkjan í dag falleg, hún full. And there is hope for us to do this again. Og það von fyrir okkur að gera þetta á nýjan leik. So I want to encourage you Svo ég hvet ykkur that when visitors go, að þegar að gestirnir fara, that you remind yourself what value you have in Jesus að þá minnið ykkur á hvers virði þið eruð í Kristi and what church he called you to build.
og hvers konar kirkju hann hefur kallað ykkur til að byggja. And that you all and we all get involved in trying to build this God's kingdom. Og að við öll tökum höndum saman til að byggja upp þetta ríki Guðs. Because I would not be wrong if I say that Satan is sitting on the front of that door there, Því að ég hef ekki rangt fyrir mig þegar ég segja að Satan situr við útidyrnar waiting for you and me to find more reasons not to love one another, og býður þess að við finnum enn fleiri ástæður til þess að elska trying to hvert find annað, more division between us, reyna að finna enn meiri misklíð á milli okkar, than finding more reasons to carry grudges rather than to bring the forgiveness. finna enn meiri ástæður til þess að halda í gremjuna, til þess að koma í veg fyrir fyrirgefninguna, So he can finish God's movement in this beautiful country of Iceland. svo að hann geti lokið starfi sínu í þessu fallegan landi. So my friends, I hope Svo kæru vinir, ég vona that we will be living the last commandment of Jesus, að við getum lifað þínu síðasta boðorði Krists, that we will love one another að við munum elska hvert annað, as he truly loves us eins og today. hann elskar okkur að sönnu. God bless you all. Guð bless ykkur öll. Takk, æðislega. Thank you very much. Það segir í Jóhannesarguðspjalli, 14. kafla og 15. versi, ef þið elski mig, þá haldið boða mín. In John chapter 14 and verse 15, if you love me, keep my command. Við skulum syngja núna Psalm hljóður, þessa song. Já, fallegur sálmur. It's a song talking about God is having us up. It's amazing God. Já, fallegur sálmur, gaman að syngja hann. Blessunarorð. Let us pray. Við skulum biðja saman. Dear God, thank you so much for another day in our lives. Kæri faðir, við þökkum svo vel fyrir enn einn daginn í líf okkar. Thank you for another day in which we can decide to follow you as our Lord and Savior. Þakka fyrir enn einn daginn sem við getum valið að fylgja þér sem drottni okkar og frelsara. Thank you for another day in which we can choose to forgive. Þakka fyrir enn einn daginn þar sem við getum valið að fyrirgefa. Dear God, thank you for this day in which we can choose to love our family in this church even more.
Og þakka fyrir enn daginn þar sem við getum valið að elska þessa fjölskyldu okkar í kirkjunu enn meir. And also to love those who still do not know anything about you. Og einnig að elska alla þá sem ennþá þekkja þig ekki. So therefore, dear God, I pray for the double portion of your Holy Spirit. Og þess vegna biðjum þig, Faðir, fyrir tvöfaldan skamt af heilugum anda. We ask that you touch our hearts and minds, Að þú mættir snerta við hjörtum okkar og hugum. that you start a revival in us right now. Að þú mættir starta eða hefja endur nýjun í hugum okkar allra. And we pray, dear God, that you restore our church where it needs to be. Og við biðjum þess, Faðir, að þú mættir endur nýja kirkju okkar til þess sem að hún á að vera. To be the beacon of love and light. Að hún eigi að vera sá viti, kærleika og ljós. And so therefore, dear Jesus, set the path for us. Og þess vegna biðjum þig, Kristur, Jesú, að þú mættir The path of prosperity. að sína okkur veginn til velgengni. And we want to pray for every single member of this church in Iceland. Og við biðjum fyrir hverjum einasta meðlimi kirkjunar hér á Íslandi. Anoint them for the ministry, dear Jesus. Og að þau mættu vera tilbúin til þjónustu, kæri Jesús. And we pray, dear God, especially for the leadership of Icelandic Church here. Og við biðjum þig fyrir leiðtogum kirkjunar hér á Íslandi. Thank you so much for their dedication and love. Og við biðjum þig og þökkum þér fyrir allt þeirra starf og kærleika. And we pray, dear God, that you come soon and take us home. Og við biðjum þess, Faðir, að þú mættir koma fljótt. We pray this in the beautiful name of Jesus, who is our Lord and Savior. Við biðjum þess í nafni, hinu fallega nafni Jesú, frelsara okkar. And we all say amen. Og við biðjum öll amen. 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 Með eina tilkynningu að við ætlum að fara það er hérna hópur af fólki sem vil fara í göngutúr, hittast hér klukkan